Kostnaður foreldra vegna tómstunda barna þeirra getur numið hundruðum þúsunda króna á ári. Dæmi að börn hætta á námskeiðum vegna þess að foreldrar hafi gefnað. Skólarnir eru byrjaðir á ný eftir sumarfrí og nú hefjast einnig íþrótta- og tómstundanámskeið vetrarins með tilheyrandi kostnaði. Bryndís á 3 börn á grunnskólaaldri. Þau eru öll í íþróttum og 2 þeirra læra einnig á hljóðfæri. Þetta er svona 500.000 á ári bara skólagjöldin, æfingagjöldin, fyrir utan ferðir, mót, fatnað, taka skó, hljóðfæri og svoleiðis. Og ég hugsa fatnaður, nótur, blöð fyrir saxafóninn og þetta, ég hugsa þessi svona 200–300.000 á ári geti ég trúa. Fyrir utan svo að vera keppnisferðir, æfingaferðir eitthvað út til útlanda eða eitthvað slíkt. Fjölskyldan fjármagnar þetta að mestu með ýmiss konar fjáröflun, sölu á klósettpappír, vinnu á mótum og þess háttar. En ekki hafa allir foreldrar efni á að senda börn sín í íþróttir eða tómstundir að eigin vali. Kostnaðurinn hleypur á tugum ef ekki hundruðum þúsunda króna á ári. Tökum dæmi. Árgjald fyrir fótboltanámskeið barna er alltaf 94.000 krónum. 5 leikar geta kostað eða yfir 200.000 krónur á ári. Algengt verð á tónlistarnámi barna er 150.000 krónur en árgjaldið getur farið allt upp undir 300.000 krónur. Þá er ótalinn kostnaður við búnað barnanna, fatnað, hljóðfæri, æfingarferðir og keppnisferðir. Þó er hægt að finna íþróttafélög og tónlistarskóla með lægri æfingagjöld. Ég er líka tónlistarkennari og stjórna barnakór. Í gegnum árin þá höfum maður verið með börn hjá sér, bæði það sem ég hef verið að kenna og líka í tónlistar, í kórnum sem að hafa jafnvel þurft að hætta. Eða einhverjir vinir eða kunningjar eitthvað sem maður þekkir til af því að fólk stendur ekki undir þessum kostnaði. En þetta er ekki eini kostnaðurinn sem fellur á foreldra grunnskólabarna. Ég tók saman í fyrra tómstunda, æfingagjöldin eins og nefndum áðan og svo bara skólamat og dægradvöl og nú er samt strákurinn þessi 8 ára bara lítið í dægradvölinu og þetta var tæp 1.000.000 síðustu vetur.